Jæja, velkomin aftur. Þetta sem sagt annar hluti úr sértökvarlunum en skriðþunga og þetta bara stutt eins og kannski sjáu það á tímanum hérna niðri. Þetta bara nokkrar glærur sem ég ætla að bæta hérna við og en það bæta sem sagt samt við nokkur dæmi, þannig að dæmi sem þarf að reikna úr vinnubókinni það bara nokkur við, þá sjáum við það bara eftir. En áfram með smjörið. Sko, varðveisla orku og skriðþunga í árekstri, það er að segja við erum búin að tala að skriðþungi hann varðveitist í árekstri, það er að segja þessi skriðþungi pluss þessi skriðþungi fyrir árekstur er sama sem þessi skriðþungi pluss þessi skriðþungi eftir árekstur. Það sem við vorum að tala um. En ef hreyfiorka varðveitist líka í árekstri, þá er hann kallað fullkomlega fjaðrandi elastik. Fjaðrandi árekstur. Og síðan eru til aðrir árekstur sem eru kallaðir ófjaðrandi. Allt í það að vera fullkomlega ófjaðrandi árekstur. Ef ég dæmis með tvo, hvað heitir þetta, skopparabolti, svona súparabolti, eða sem að skoppa svona gúmmibolta. Það er svona dong, fara beint upp aftur. Og það er varðveitist hreyfiorkan svona nokkurn veginn, ekki alveg samt. Þannig ef við hendum svona boltan niður í jörðina, hann kemur beint upp aftur í sömu hæð. Ef þetta er leirbolti hins vegar, að þá búm, og bara límist það við gólfið og bara fer ekki neitt tilbaka. Það er kallað fullkomlega ófjaðrandi árekstur. Ef það bara gleipist og drefst algjörlega. Öll hreyfiorka bara drefst. Það er kallað ófjaðrandi árekstur, eða sem sagt fullkomlega ófjaðrandi árekstur. En fjaðrandi árekstur er sem sagt þegar bæði hreyfiorka og skriðþungi varðast í árekstri og þá gildir jafna sem eru á formúlublaðinu ykkar í rammanum efst til hægri skriðþunga. Þar stendur neðst VAF1 plus U1 er saman sem U2 plus VAF2. Þannig að ef við tökum bara hlut nummer 1 eða A hérna þessi þá VAF A plus UA, þessi hraði plus þessi hraði er saman sem þessi hraði plus þessi hraði. Það er það sem að jafna er að segja. Skoðið endilega á formúlublaðinu þannig ég veit hvað ég er að tala um. Þannig að það kemur raunverulega ný jafna og það er bara hraðin og það er massin bara ekki inn í þeirri jöfnu. Og það má nota þá jöfnu og varðveislu skriðþungajöfnuna til þess að finna til dæmis, þetta er orðan 2 jöfnur skiljiði, þá getur verið að sýnleika 2 óþekktar stærðir í þessum jöfnum. Það sé, mér vantar massan og hraðan þarna, en ég því mér ekki með sýnidæmi í þessum kafla, ég er bara að verða búinn, en þarna þurfum við þau þá að nota 2 jöfnur. Ef það stendur í dæminu að áreksturinn sé fullkomlega fjaðrandi, ef hann er fjaðrandi árekstur þá gildir þessi neðsta jafna í þessum kassa efst til hægri á formúlublaðinu líka. Þannig þurfum við 2 jöfnur og ef til vill 2 óþekktar stærðir sem að því þurfum við þá að finna út með innsetningaraðferð eða eitthvað slíkt. Ok. Þannig að fjaðrandi árekstri er við til hér höfum við til dæmis hluti sem þetta fullkomlega fjaðrandi árekstri. Þeir eru báðir að hreyfast til hægri, B og A bæði að hreyfast til hægri, en þessi ára meiri hraða, hann nær þessum einhvern tíma og rekst á hann. Og við þekkjum til dæmis byrjunarhraða þeirra, VAF A og VAF B. Og við vitum að bæði hreyfiorka og skriðþungi varðveitast. Þar með getum við skrifað upp þessar 2 jöfnur sem ég var að nefna rétt áðan. Að þá gildir UA plus VAF A er saman sem UB plus VAF B. Þannig við erum með 2 jöfnur og það þarf þá oft að finna líka 2 stærðir. Til dæmis einhverja svona dæmi að við vitum hraðan A og B segjum til dæmis, við vitum líka massan A og B eða eitthvað slíkt og þá þurfum við að vita hraðan á A og á B eftir árekstur, eitthvað slíkt sko, finna einhverja 2 stærðir sem ekki er hægt að gera með einni jöfnu. Þannig að þurfum að nota þá báðar jöfnundar til þess að geta leyst það. Og það stendur það ef að svo er
þá stendur alltaf að áreksturinn fjaðrandi. Ef hann fjaðrandi þá gildir þetta. Mér alveg skrifa það hjá okkur á formúluræðinu. Fullkomlega fjaðrandi árekstur þá gildir, eða stendur reyndar sko, þá gildir þessi setning jafna. Ok. Hér er ófjaðrandi árekstur. Það þýðir í rauninni sko ófjaðrandi árekstur þýðir að partur af upphæfur hreyfiorku hann tapast í ófjaðrandi árekstur. Þannig að segja að hreyfiorkan tapast, hún helst ekki. Og þessi orka hún fer þá út sem þetta breyst í stöðorku, þetta færslu upp, þetta breyst í varma, hljóðorku, aflöðunarorku og svo framvegis. Fullkomlega ófjaðrandi árekstur á sér stað þegar hlutirnir festast saman og með sama hraða eftir árekstur. Þetta eins og í síðasta fyrirlestri þegar að þessar tvær lestarvagnarnir þeir festust saman eftir árekstur og þá hreyfast með sama hraða eftir á. Ég veit ekki hvort þetta var skýrt. En allavega, prófið að reikna þessi dæmi og kannski í minni fjarveru þá reynið samt sem áður. Þið eru með svörun á Moodle og allt saman. Þannig þið getið kannski glímt við þetta og fundið einhverja góða lausn. Ég vona það. Hérna er aftur samantekt, bara úr öllum kaflunum, þið getið litið á það. Þetta er bara til þess að þið hafið. Og síðan er þessi dæmi 7-12 sem á að reikna með vinnubókinni. Og það er restin af 7. kafla. Þetta voru bara 2 hlutar og næsti fyrirlestur er þá 7.1 sem er allt annað viðfangsefni sem að þið getur þá farið í þegar þið tilbúin í það. En ekki hlaupa hraðar en þið getið. Það getið bara skref fyrir skref og ég vona að þetta gangi bara vel hjá ykkur og sumir að gera þetta bara ein heima og svona er að glíma við þetta. Þetta er erfitt að fá ekki hjálp en reynið að glíma við þetta, reynið að skilja þetta eins mikið og hægt og reynið að glíma við þessi dæmi. Þannig að sjáumst þið bara þá einhvern tímann. Bye bye.